Frétti frá hæli. Jó, mikið rétt sportáttur með ykkur hérna á þessum mánudagskvöldi og við erum að sjálfsögðu konni núna í enska boltan því að það alltaf fjör og stemning og já, þennan 28. október klukkan 10:30 við gleymd að taka það fram fyrir hlustendur en ég kom með snilldarspeking á línuna, það Ragnar Vignir sem hefur, já, mjög oft verið í spjalli hérna og ég þarf að fara að fá hann einhvern tímann hérna í settið. Góttu blessa og sællið ekki? Sæljúr. Og ætlum að titlið ekki sem Valsara og United mann? Jú, manni líður alltaf best í rauðu og hvítu, það liturinn, það bara þannig. Herðu, en nú enski boltinn alveg á fullu að rúlla og komin að stað aftur og eftir landsleikja hliðu. Hvernig finnst þér þetta að fara að stað aftur? Ég verð nú að segja það, einhvern tíma þóttum þessi landsleikja hlið svo við tökum bara smá punkt það, menn þóttum það leiðið þetta núna bara getum við ekki byrja eftir næsta hlið, það verður engin smá leikur það en það skemmtilegur útúr að fara að fylgjast með strákunum okkar en það alltaf gott að laugardagurinn fá svona smá tilgangröftu þegar maður veit að enska boltan, það bara. Já, en það allan svona, ég ætla að byrja að spyrja þig út í landslið því að þú hefur náttúrulega ekki fengið að tjáðu við það í útvarpinu. Hvernig leggst það í því að hafa dreifst á móti Króatum? Sko, náttúrulega, ef maður alveg hreinskilinn þá hefur við ekki eiga séns. Það bara ljótt að segja það, en hins vegar þetta lið sem við erum með. Þetta náttúrulega fáránlega hæfileikar í þessu liði. Við erum með menn sem eru bara virkilega góðir í fótbolta. Það kannski helsti munurinn sem hefur verið núna síðustu bara, hvað var að segja, þetta U21-slið sem að koma upp núna. Þetta virkilega góðir menn og sem eru núna í alhansliðinu. Það eru menn í lykilstöðum og þetta kom mér ekkert á óvart, sko. Hanniglega, ég meina eftir ég var nú með það vellinum hana á kýpuleiknum og ég meina maður sá alveg þá að menn voru alveg að reyna og fyrst unnu þá sérstaklega þegar Kolbeinn skoraði núti í Noregi þá hafði maður trúð og maður væri gjössamlega á nálum og rúmlega það sko maður var búið með allar neglur í fyrrháleik og ég veit ekki hvað maður borðaði eftir það sko. Nei. En ég meina það allt hægt en sko ég ekki sammála því að við hefðum viljað frekar fá Grikkinn en það Grikkinn með eitthvað bestan árangur í þessu öðru seti. Já. Þannig að sko Króatar, ég meina þeir alltaf frábæra en ég meina Luka Modric, ég sá hann á Old Trafford kom inn á og breyta leik Real gegn United núna í meistaradeildinni á síðustu leik, það frábær leik með þessi Mandzukic hann eitra fram á þessi löfurinn sem hjá Southampton, hann svolítið lungið, við erum að passa hann í öllum föstum leikadölum, það leikmaður sem það lítið fyrir í enska en hann sannarlega einn af betri varnarmennum í enska boltanum í dag, En nú eru 9 umferðir búnar að ensku úrvalsdeildinni og Arsenal á toppnum og Chelsea í öðru og Liverpool í þriðja. Já, ég því miður í fjölskyldu með fullt af Arsenalmönnum og það var einmitt boðið í gær og ég var mikið spurður út í fótbolta, aldrei verið mikið spurður út í það og það einföld skynningu því þeir alltaf inn á toppnum en þeir náttúrulega fengu eitt púsluspil sem kostaði 42 milljónir og hann aðeins að púsla þessu saman fyrir þá en mínir menn hefði nú bara átt að kaupa hann á þessum síðasta degi, það var að kaupa einhvern hárljótan belga hérna á einhvern kling sem getur svo ekki neitt, það bara mín skoðun. Já. En sko ef við förum á því nú bara með textarfinu fyrir fram og svona, ég nú að tala við þig. Já. Á hverju viltu byrja? Ég var bara að velta fyrir mig svona, þetta eitthvað að koma þér óvart að Arsenal og Liverpool til dæmis séu þarna í toppbaráttu? Sko, satt best að segja einmitt þá átt ég nú nokkuð juicy spjall við frænda minni sem hefur nú mikla skoðun á hlutunum og ég var náttúrulega sammála með það sko að það munar það með mann eins og Aron Ramsey sem sennilega að spila bara fótbolta ferilsins maðurinn með því lítið sjálfstöð þegar ég hef aldrei séð hann eins að skora hvert markið var döður svo náttúrulega eins og þessi Özil hann að koma sterkur inn og Wilshere og ég meina áttum okkur líka því að þeir náttúrulega með menn eins og þeir með menn eins og Walcott, Oxlade-Chamberlain og glemdum Podolski sem eru middir. Þannig að sko alltaf með rosalega mikla hæfileika mann hefur alltaf fundið eins og vant eitthvað smáttur, eitthvað svona Vieira eða eitthvað Petit eða svona Pires svona gamla eða Henry eins og var í fyrra kannski Özil sá maður
Ég óttast það því miður, en þeir líta mjög vel út núna, það verður bara alveg að segja. Og þorur að segja það við fjölskylduna þarna í búðinu? Já, ég meina, ef að þá taka man eitthvað taka man einhver marki sem svona einhver smá speking í þessu, þannig að má maður ekki fara í fílu og bara grenja ef að það gengur vel hjá öðrum. Maður verður bara að segja, Er það ekki bara Liverpoolmenn sem sjá það? Gerði það í fyrra, mínir menn eru að sjá það núna í 8. sæti með, 14-12 markatölu, þetta er skelfilegt helviti. Það svona. Liverpool, nei, kemur eiginlega ekkert heldur óvart af því að þeir eru bara með, það er bara sjálfstrausti liðinu. Ég held að það hafi verið svolítið klókir í glugganum, þeir fengu Kolo Touré, þeir fengu varnarmenn frá París, þeir fengu Coutinho sem er mittur núna. En ég meina að Daniel Sturridge er alveg búinn að sýna það, ég meina hann kemur inn og hann er að skora og hann er með sjálfstraust. Suárez eitthvað gerði rétt í sumar með því að halda honum og hann hefur greinlega eitthvað fengið einhverju selju núna því að hann er að spila vel. Ég meina, Daniel Sturridge sem markaðist með 8 mörk og svo er Luis Suárez í 3. sæti með 6 mörk. Nei, ég meina, taktu bara þetta dæmi, þetta mark sem að Sturridge skora nú, ég var að sjá það í messunum núna staðsending hjá markmannum, hann er ekki í miðjum teignum. Hann er svo aftarlega að þessi chipa hjá Sturridge, þetta er eitthvað flott sem ég hef séð lengi og með staðsendinguna, með mann í sér, þetta er fáránlega vel gert í þetta. Þú gerir ekkert svona nema bara halda og getur farið upp á Everest á 2 mínútum, skilur við. Já. Það er bara þannig. Þetta er hrikalega vel gert og þeir saman, þeir eru óhugnanlegir. Það verður bara alveg að sést og ég meina næsta helgi þá ég myndi að fara að horfa þennan allan Liverpool-leik í góðum sumarbústað og ég er svolítið forðið að sjá þann leika því að kannski ekki toppslagur í fyrra en núna, ég meina þetta eru liðin í 1. og 3. sæti með mjög góða framlínumenn og ég meina svolítið varnir, þetta getur bara orðið hörkuleikur. Já. Þannig að það verður veistlega þegar verður kannski bara horfandi boltan allan daginn þannig að ég meina þínu menn í United spila þarna klukkan 3 og... Já, ég veit ekki, það fer eftir hversu vel mann er að semja. Maður alltaf tekur þennan leik með nokkrum góðum félögum og nokkrum kvöldum kannski, maður veit ekki. En hvað eru að fara í næst svo? Já, það er Tottenham og Southampton, allan að Tottenham náttúrulega kannski kemur engum óvart að þeir eru í 4. sæti en Southampton? Southampton, ég sá Match of the Day núna helgina og þeir voru að taka svolítið Southampton fyrir og ég sá þá að hluta til að móti mínum önum að þeir gerði jafnvel og ég meina, þannig þeirra kemur mér ekkert óvart með bara, hvernig þeir hafa verið að greina ég meina, þeir eru að pressa hátt uppi þeir eru með vel spilandi unga stráka og virðast bara vera með stjóra sem er nokkuð, hann bara þjóri, hann tekur bara sjensin, hann er með góð menn og ég meina þetta er bara þeir eru svona, eina spurningin við munum að VPA í fyrra þeir byrjuðu rosa vel og duttu svo aðeins niður en hvað veit maður með svona, ég meina eru þeir að fara að vera þeir verða í topp 10 það er væntanlega góður árangur fyrir þá en ég meina það er ekki tilvíðin að liðið er að vinna sér inni fyrir öllum þessu stígum. Þeir eru með fæst mörk allra í deildinni, 3 mörk fengin á sig. Þetta er ekki tilvíðin. Nei. Og hörku sigur mútið reyndar að arfa slöku fúlamliði en þetta kom svo heitlega Tottenham. Menn voru eitthvað að hafa ekki spilað og með lilla sem að sá úr þessum húlleik þá ég var ekki samanlega þetta hefur verið eitthvað vafa sem vítaspinna en ég veit þetta púra víti þeir eru bara með klassa lið og eða hann peningum í þetta þeir eiga nú að vinna bara þessa leikin okkur samfærandi hefði maður haldið En svo er Manchester liðin 2 kannski Everton rétt undan því er Everton eitthvað að koma þar óvart? Þeir það er nú eins barnalegu fyrir ljóma með við mannskapið sem að Roberto Martínez hefur. Hann er að spila mjög vel úr sínu og hann er skipun. Hann er búinn að fá þegar þeir voru sérstaklega fyrir svinganum helgina af honum Gareth Barry og og hann var
mjög svona, hvað segir, hjært miðjunu svolítið vel fyrir þá, fyrir Everton á móti Aston Villa. Og hann leit mjög vel út, liðið var skipulagt og ég meina þeir verða alltaf í topp 7. Já. Alltaf með svona nokkuð traust lið myndi ég halda. Og byrjum, hvað var svona eftir lið, og ég fann að gleyma það, það var Everton, Manchester liðin. Já. Sko, við tökum mína menn. Þú ert með liðið eins og var á móti Stoke. Aldrei að vera með Smalling hægri bakverði. Það eru fyrstu mistökin. Evra búinn að vera slagur. Hann þarf að fara og Leighton Baines þarf að koma fyrir staðinn. Ef við tökum miðjuna, þú ert með Cleverley sem var góður hjá Wigan, hefur ekki gert neitt í 1-8 ár. Carrick átti óvinnundabran dag. Við erum með Kagawa sem bara týndur, það þarf bara að finna stöðu fyrir hann. Hann á ekki að vera á kanti, hann er tíja, hann er hola. Og við vorum með Nani sem einhver mesti, hann er svona, hvað var að segja, það verður bara hvað hann borðar eða hvernig hann vaknar, hvernig hann spilar. Stundu getur verið frábær, svo hann skelfilegur inn á milli. Og við erum með 2 menn sem heitir Rooney og sem heitir Van Persie. Þekkir þú þá? Nei. Kannastu við þá? Veit ekkert hverju það eru. Þú veit ekkert hverju það eru. Annar víst markahæsti leikmaður hollenska landsliðið frá uppáðu og það sést alveg. Og hinn ljótur en kann að skora mörk. Og þeir eru bara að halda þessu liði uppi núna og litli Mexíkani líka. En bara miðjan í þessu liði og vörnin og hluta, hann náttúrulega ekki mönnum bjóðandi. Svo eru menna stuðningsmenn á fjöspókin annars þegar svona eru miskáttur ánæði með þetta, en ég segi nú bara að ef skoting gerir ekki eitthvað drastíst í allavega kaupir einn miðjumann í janúar og svo bara, þar eru menni svo, það er Andersson, er Andersson okkur í fjölamanni hjá þér í útvarpinu? Hann hefur ekki sést í Manchester ekki bara í 2 mánuði eitthvað, það veit ekki hvað hann er. Já, það er allan að ykkur að þælast inn í Míkóhúsinu? Ég meina, þetta er náttúrulega bara, hann vantar bara að kaupa, hann vantar bara meiri gæði í Manchester og já, Moyesen í þar tíma, bla bla bla. Þú verður að hafa smá sens fyrir því, hvernig liðan alltaf að stilla upp. Þú færði ekkert endan sem og ég meina, hann fór ekki einu sinni vikna að liði bara var að spila illa. Sérstaklega í þrjáleik. Þú veist bara lélegir, voru bara ekki að spila vel, voru ekkert að skapinu sem vilja. Þú með góður stókliði leit vel út í þessu leik, Af hverju er það að gerast Old Trafford? Það er mín En nú eru náttúrulega menn alltaf að tala um að taka við að Alex Ferguson sé það erfiðasta sem hægt var að taka. Það væri þægilega að taka við til dæmis eftir að Moyes. Þessi umræði er rosalega mikil. Ég heyrði mjög góða lýsingu hjá, það var ekki Robbie Savage sem var hann í þessum röðskvöldi. Hann sagði náttúrulega the fear factor has gone from Old Trafford. Mér fannst það mjög góð einhvern útskýring, ekki áður fyrir. Liðið voru að koma og United var að sækja og sláta liðin 3-4-0. Nú eru leiðinni, þú sér Southampton, þú sér West Bromwich Albion. Þau koma, þau pressa og þau pressa. Og þau ná árangri. Af því United er ekki með þetta sama svona blóð og menn er ekki að brjálæðislega graði við þegar eins undir stjórn Ferguson. Og það er eitthvað sem auðvitað náttúrulega breytist margt með Karli, ég er ekki að segja það. En það er eins og liðið bara sem vantir svona, menn séu bara svona, það hlýtur að koma næstu með að gera þetta. Það er, menn verða aðeins að smá spýtu. Ég held að það komi að hluta til ef það verður keypt alveg stór stjarni í þetta lið sem fær með aðeins upp á tætnar. Og þess vegna held ég að bæði ágústglugginn og sumarið sem heild hafi verið mistök þar að segja að ráða David Moyes ekki fyrir 1. júní. Þeir hefðu getað fengið hann 1. júní, tímdi ekki að borga yrði ég einhver pening frá milli, kaupa upp mánuði samningi. Það er svolítið mistök, hann fékk ekki þennan auka tíma sem hann þurfti til að skoða liðið og það kom niður á félagsskiptaflokkum. Það er eins sem ég heyrði og ég kaupi það alveg. En shit í liðið, sást þú hann að leika í gær? Nei, ég mista honum. En það er allan að talið með að Fernando Torres hefði verið komin í gang þarna. Torres var það sem ég sá að nú var nokkuð
trustur og tengdafaðir minn sem nú góður og mikill Chelsea maður og leyfir mér reglulega að heyra það, hann var nú nokkur hrifinn af þeim. En Joe Hart, hann fær held ég engin jólakort sko frá Nastasic held ég hann heiti. Það var, ef þú ekki búin að... Ert þú búin að sjá mistökina núna? Nei. Gestur, ert þú ekki fagmaður í þessu? Ættu ekki verið búin að kynna þér efni áður og verið í loftið eða? Þú sérð þetta? Ég þetta. Sko, hann sko, þeir voru að fara eins yfir þetta bæði í messunni og eins í gær og sko, einhverju vilja minna varnarmærinni að kalla en sko, hvað er Joe Hart að gera? Komið lengst út úr tegnum, þá er allavega að kalla þegar ég er með boltan eða að bakka og treysta því að varnarmærinni skaflan þess að auka 5 metra þegar Torres var það langt í burtu. Nei, Joe Hart gefur svo formúlubíl út úr tegnum og ég veit ekki om mig segna þetta er eitthvað það barnalegasta sem ég bara hef séð lengi og í þessum sko við erum að tala Chelsea Manchester City. Þetta var eiginlega bara absúrt að sjá þetta sko, ef ég hefði aldrei með City, ég hefði verið brjálaður. En ég minna sko, þetta var náttúrulega hörkuleikur og einmitt Torres lagði mark fyrir Schürrle og var ógnandi. En mér fannst nú eiginlega svona besta markið var Aguero, þó að Cech leit hálf undarlega út í markinu. En sko Aguero skora með vinstri, fyrsta touch upp í sko ekki alveg samskeytin en svona ofarlega nær. Það var hrikalega vel gert. Ja, þetta var alvöru leikur og bara gaman að horfa á hann en ég var stila maður leiksins vera Mourinho með fagnaði hann í lokinu og hjótt upp í stúku hjá öllum stuðningsmönnum. Ég var það svona því það sýndi manni því það vantar fleiri svona stjóra sem að bara gefast í þetta. Það var svona að lifa sig inn í þetta og þetta hafa gaman að þessu og svona. Já, Wenger er nú byrjar að sýna smá tilþrif öðru hverjum núna. Vá, ekki minnast á Wenger í jakka, hvað sem maður kalla þetta, hann á frakkana úlpunni sinni, hann að ég tók það mér sko. En sástu talandi enska boltan, sástu núna fyrir viku síðan, þá vorum við að horfa á Crystal Palace Fulham. Já. Sástu markið hjá Pacim Kasami í þeim leik? Það er náttúrulega bara lýgilegt. Sástu það, afsökuðu óborðið, þvílíka bjevitans mark. Skásending, tekur boltan á kassan í fyrsta, í samskeytin fjær á ferðinni í leið frá markið. Og þetta var allt viljandi gert eða ekki? Bjevitan, má ég bjóta kjaftæði. Ef að þetta er ekki eitthvað það flott þetta mark sem ég sé, hann getur reynt þetta 1000 sinnum aftur, hann myndi aldrei ná þessu. En mörkin samt í byrjun þess að fyrstu 9 umferðir eru búin að vera alveg rosalegar. Þau eru búin að vera rosalega. Eins og bara mörkin sem Arsenal er að skora Liverpool í síðasta leik og... Já, Skalling hans var sem eldur einhvern 40 mílum á klukkustund hann einmitt núna í leiknum og markið á Wilshere hann að móti hverjum sem það var að móti hann við vitum báðið hann að þetta reitaboltamarkið sem má segja og svo þetta er bara bílumörk og maður virkilega, ég meina, það er alveg rétt eins og ég höfður á Hallinsson seginum, þetta er rosalega jöfn deild núna finnst mér og það er nokkuð lið sem getur unnið þetta en ég meina hvort að jeppaliði vinni þetta, það er svo alltaf annað. Þetta er náttúrulega mjög sérstætt líka bara að hafa skipting á stjórum og fleira og náttúrulega Wenger er þarna lengst og ég meina hvaða menn koma svo eftir þessu, þetta eru menn sem eru búin að stýra liðunum sínum í 3 ár sem eru næst lengstu. Já, ég meina það náttúrulega hörku spenna í þessu en gestur einu, núna bara í beinni, núna erum við að fara að taka tippkeppni sem ég vil að skrá í það, ertu með bláa penna? Já, ég er með bláa penna. Ok, núna tökum við tippkeppni og allt út af Suðaldur undir og undir er hvað að segja, pilsubarspilsa og kók næst þegar ég kem í bæinn og þegar ég kem í stúdíu sem við erum að styttast í þegar við tökum 3 tíma fótboltasessjón. Já. Það verður draumakvöldið mitt. Það verður draumakvöldið þitt. Það er bara þannig. Herðu, Newcastle Chelsea, þú tippar fyrst. Newcastle Chelsea, þetta er Chelsea sigur? Já, ég segi X2, ég geti þú að því Newcastle stæli í FPB en hver veit. Stoke Southampton, það er hrikalega óspennandi leikur að öllu leyti, en ég ætla að segja 2. Þú segir 2? Þá segi ég náttúrulega Stoke. City Norwich.
Herru, ég að reyna að skrá þetta hjá mér hérna. Já. Já, hvað segirðu? City Norwich? Já, hvað segirðu með það? Þetta verður City sigur. Já, ég get ekki annað að vera samlaðið. Norwich getur ekki neitt. Fulham United. Fulham United, það náttúrulega allan daginn Fulham að fara að taka þann leik. X2. Ég ekki alveg samfélagið með mína menn. Þeir hefur ekki alltaf gengið vel með Fulham, en segjum X2, en vonum svona að verði... Ert þú bara með seðil fyrir fram að því? Ég með textafstur fyrir fram að því, Já, það bara þannig. Það bara þannig, sko. Ég atvinnu áhugamaður í fæinn. Já, ég veit ekkert hvað tölur ég að skrifa hérna niður. Ég bara að taka röðununa þína. Hörðu, West Ham, Aston Villa. Það náttúrulega, nú er komið tími á West Ham. Það 1. Já. Við erum sammála á því. VfB Crystal Palace. Ekki bara sama hvað lið spilaði Palace, þú getur alltaf bóka 3 stig þar núna. Jú. Ekki bara 1 þar, ég minna, en við skulum bara hafa refsingu og við þurfum báður að fá okkur. Ég ætla að segja að veri fyrsti, bara Palace vinnur núna. Ertu eitthvað skrítið? Ef að Palace vinnur þann leik, þá skal ég bara drekka lýsi bara í beinni úrslitum. Já, við tökum það upp. Hull Sunderland, það verður, hvað segir með það? Ja, það verður Hull City núna. Ég held að Gus Poyet gerir það getur orðið X. Ég held að ég sem er miklu hærri stöðuleg þú. Arsenal Liverpool, hvað segir með þann leikum? Þetta er engin spurning, það er Walk Alone sem verður spilað hérna eftir. Þú spilaði ekki Walk Alone þegar ég búinn að tala við þig, sko. Jú. Má ég þá koma í United-lagi þáttum eftir þegar ég kemur, eða taka vald sem er léttur lund? Já, þú er náttúrulega stjórna bara playlistanum. Stjórna ég playlistanum? Þá er það bara sálið, sko. Það er svona. Herðu, Arsenal, ég held að það verði jafntefli. Eða Liverpool geti jafnvel stólið, sko. Ég gæti, þetta er algjör eitthvað tveirleikur fyrir mér. Það er nú bara þannig. Það er bara þannig. Það er rosalega erfitt að segja til það, sko. En, nei, bara 1x2. Nei, anskotin. Afsækið. En svo er það náttúrulega Everton Tottenham líka þarna. Eða ertu komið með gegnum allt? Hvað segir með hann leik? Ja, þetta verður Tottenham sigur. Ég get það jafntefli sitt á þessum leik, held ég. Og Cardiff Swansea, síðastu leikurinn. Þetta er bara skildu sigur hjá Aroni. Þetta er Darby slagur. Ég ætla að segja 2 þannig. Ég segja Michu komið og setna. En hérna, áður en ég sleppi Ragnar, þá verði ég að spyrja þig rétt svo hvort þú hafi verið eitthvað á klassíkuleiknum. Heyrðu, það hittist þannig á maður að ég var bara í stór ammæli helgina. Amma gana var 8 Já. Og Og er hún Arsenal-aðdáandi? Nei, hún hefur áhuga öllum 10 barnabörnum sínum, og hún gerir ekki upp milli þeirra, sko, en það nú fyndið að segja frá því, við vorum hann 8 menn sem vorum svona frekar miklir áhuga menn fótbolta, við vorum allir með live score, allir bara hvað að gera, og svo svona, við hefðum verið best geymdir inn í einhverju herbyggi með sjónvarpið, svona, því við vorum allir að hugsa það sama, en því miður sá ég ekkert af klassíkumenn, bara með mörkin og svona sem maður heyrt, þá bara var það nokkuð sanngjarnt, en það var eitthvað víti sem var eitthvað áttdæmi, eða var ekki dæmt, en ég bara því miður sá ekkert af leiknum. Nei. En þú? Já, það er eitthvað sem maður er búin að kynna sér, sko. Já, þú kynniði það? Já. En nú það er hérna svona, það er allan að þú ert búin að tippa allan á næstu leiki og þú verður að taka, ég verður að taka það orðinu á því. Það er bara þannig. Já. En Ragnar Vignir, svona rétt áður en ég sleppi þér, er þetta ekki að fara að batna þarna hjá þínum mönnum í Manchester United? Sjáum til í janúar, ég er bara þér að segja í fúlustu alvöru, ég er ekki hrifinn af leik minna manna og hvað sem að Moyes þar meiri tíma eitthvað, það er bara ómargi leikmenn sem er að spila virkilega undir getu. En það er eitt belgískt konfekt, þannig sem er 18 ára og vonandi bara þær hann að láta ljósið skína aðeins lengur, hann Janus Sæ. Já, Ragnar Vignir, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og við heyrumst síðan meir. Við heyrumst ljúurinn, gaman að heyra þér. Sömuleiðis. Ok, bye. Já, það held ég nú, þátturinn verður nú ekki lengri að sinni, en það er komin klukkan að nálgast 11. Það var nú heldur betur mikið að Ragnarum í kvöld. Ragnar Ingi Sigurðsson, landsþjálfari í skylmingum og Ragnar Jóhansson, leikmaður FH í handboltanum. Ragnar Vignir hjá Sport.is var hérna
einmitt hérna í lokin og svo erum við náttúrulega búin að fara miklu víðar en það. Benedikt Gretarsson fjallaði hérna um NBA-deildina og við erum búin að fara heldur betur það er mér svo stólið úr mér. En ég ætla að minna samt að sjálfsögðu á leiki framöndan. Við ætlum að sjálfsögðu í næsta þætti þar sem við komumst ekki inn á því. Það var náttúrulega Íslandsmót Íþróttasamband fatlaðra í boccia í einstaklingskeppni. Það var haldið á Sauðárkróki núna um helgina og mótið er deildakeppni þar sem keppendur með mismunandi fötlun keppast að vinna stig í fyrstu deild. En alls er keppt í 7 deildum og auk deildakeppni er keppt í rennuflokki sem er fyrir þá sem þurfa að nota rennu sem hjálpartæki og í flokki BC1-4 sem er fyrir þá sem hafa skerta kasketu en geta keppt án hjálpartækis. Og úrslit mótsins eru allan að þannig í fyrstu deild. Þá var það þannig að Guðrún Ólafsdóttir á Akri var í fyrsta sæti og í annarri deild var Lúðvík Frímannsdóttir í IFR sem var í fyrsta sæti og í þriðju deildinni var Kristófer Fannar Sigmarsson úr Eik. Fjórðu deildinni var Gunnar Karl Haraldsson úr Ægi og í fimmtu deild var Kristján M. Jónsson og í sjöttu deild var það Sigurður Arnar Benediktsson Nes og í sjöundu deild var það Rósa Björgvinsdóttir í IFR og í rennuflokknum var það Þorsteinn Sturla Gunnarsson í IFR og BC 1-4 var það Sigurður Smári Kristinsson þjóti sem stóðu uppi sem sigurvegarar og við ætlum að reyna að ná sambandi við Jón Björn Ólafsson kannski næstu viku með þetta. Minnum við náttúrulega leikina sem eru framöndan. Það er alltaf gerast í boltanum alltaf meistaradeildin og enski boltinn og það er náttúrulega handboltinn á sínum stað Ólistild kvenna núna á fimmtudaginn Fram Valur klukkan 8 í Framhúsum svo á föstudaginn í Kaplakrika þá er það FH Selfoss klukkan 7:30 og svo er það á laugardaginn í Digranesinu HK Fylki klukkan 2 og í Hersvellinni Grótta IPVF klukkan 4 og í Sénekvöllinni Haukar Afturölding á sama tíma og í Mýrinni Stjarnan KA Þór. Og í körfunni það var náttúrulega leikur í kvöld eins og við komum inn á hann. NBA-deildin hefst náttúrulega morgun og það eru næstu leikir. Það er náttúrulega núna á miðvikudaginn Haukar Snæfell klukkan 8 Grindavík IR á fimmtudaginn og sáleikur hefst korter yfir 7 og Valur Keflavík mætast einnig á sama tíma þá og svo er ekki leiki fyrir mánudagskvöldi í næstu viku þar sem KR og Stjarnan mætast og en þá verður þátturinn ekki lengra sinni. Ég heiti Gestur frá Hæli, við heyrumst eftir viku og við minnum á suðurlandfm.is þar sem verður hægt að hlusta á viðtölin úr þættinum eftir á. Hluta til, verið sæl, njótið vikunar.
Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Frábært úrval af hlaupavörum frá Brooks. Skór, jakkar, buxur, peysur